Komið sæl, Birgir Þór heiti ég, þeir horfa á Toyota Motorsport og efni þáttarins í kvöld, 5. og síðasta umferð Íslandsmótsins í DF Sport torfærunni sem framfór í Mosfellsbæ á laugardaginn var. Það er ljóst að áhugi á motorsporti hefur aukist gífurlega og samvinnuferðir Landsín og Toyota bjóða nú upp á ferð til Bandaríkjanna til þess að horfa á trukkakappakstur eða sýningu og auk þess bjóða samvinnuferðir Landsín upp á ferð til Bretlands í nóvember á lokaðum fyrir heimsmeistarakeppninnar í rally ætla ég nú að segja, en slagur Íslandsmeistari titilinn stóð á milli Gísla Gunnars Jónssonar og Haraldar Péturssonar. Það var nokkuð ljóst að Gunnar Gunnarsson var að tryggja sér titilinn í götubílaflokki en hann leiddi með það miklu mun fyrir þessa keppni, það var nóg fyrir hann að mæta. Gísli Gunnar Jónsson var með 5 stiga forskot á Harald Pétursson og það munar einmitt 5 stigum á fyrsta og öðru sæti í hverri keppni. Við hittum Harald fyrir keppnina og spurðum hann að því hvort að slagurinn fyrsta sætið er ekki harður að þessu sinni. Ábyggilega, mér heyrast margir ætla sér að ná því, þannig að það er alltaf erfitt. Mikill slagur á milli ykkar Gísla? Já, það verður mikill slagur núna. Reynir þetta á taugarnar? Nei, ekki svo. Maður ætla sér náttúrulega bara að vinna og stefnir að því. Gísli, Haraldar hefur verið svolítið erfiður í síðustu keppnum? Já, frekar. Hvað er til ráða? Það er bara að taka þess á því núna. Hann kemur að því, hann fær ekkert fleiri sigra. Nú hefur þið gengið illa í fyrstu þrautum í báðum síðustu keppnum en síðan síið á. Já, ég veit ekki hvað það var núna 2 síðust skipti, hvað það var eiginlega. Það var ekki það, hann væri svona góð, það var bara því ég var svona aðeins slappur til að byrja með. En auðvitað er hann að koma til hann, Halli, á þessum bíl og það voru svolítið hættulegur, ég skal viðurkenna það. Sigurður, bílinn fór svolítið illa hjá þér í síðustu keppni. Já, það er ekki hægt að neita því. Það er að sjá að það hafi ekkert komið fyrir það núna. Nei, enda var hann tekinn og smíðað allt nýtt, bæði nýtt veltibúr og allt nýtt body og rétt í grindin. Er þið ekki farið að hungra í fyrsta sætið? Jú, ég get ekki neitað því, en við skulum sjá hvað verður. Og við leggjum að stað í fyrstu braut, þetta er Björn Ingi Jóhannsson sem að misti af 4. umferðinni fyrir réttum 2 vikum síðan eftir að vélinn fór hjá honum á föstudagskvöldinu. Þetta er fyrsta þraut, hún var létt í upphafi og keppendum leist þannig á hana fyrir hana að hún væri létt til enda og upp á fer Björn Ingi en síðan lendir hann hér fyrir neðan hlið, rétt snertir þarna brautarmerkingu og heldur þar að leiðandi áfram í brautinni en er búinn að tapa 100 stigum og síðan 50 stigum í viðbót. Og allt í einu komast menn að því að gripið var ekki eins mikið eins og þeir héldu, 180 stig fyrir lengd og 150 refsistig. Gunnar Ásgeirsson. Búinn að gera talsverðar breytingar á erninum. Fjölga nitrókútum til þess að auka öryggi í gangi vélarinnar. En eitthvað er það ekki alveg komið í gagnið og hann fær hér 210 stig, refsilaust. Þorvaldur Stefánsson. Og hér hélt maður að hann fær ekki lengra en upp á fer hann 20 stig töpuð. Björn Ingi var einn það að hitta ekki á þetta hlið. Keppendur reiknuðu svona frekar með því að þessi harði leir sem er þarna myndi brotna undan bílunum. Hann gerði það hins vegar ekki eins glatt eins og menn héldu, 200 stig en 70 refsistig og þá er það Hrólfur Árni Borgarsson sem að mætir hér til keppni eftir nokkra fjarveru. Og hann áttar sig ekki á því hvað þetta er hált hérna og lendir fyrir neðan hliðið og 160 fyrir lengd, 20 refsistig. Það voru Gísli Gunnar Jónsson. Alveg eitil harður á því að ná árangri hér í þessari fyrstu braut. 2 síðustu keppnum að þá hefur ekki gengið vel í fyrstu 2 brautunum og er þess skemmst að minnast að í síðustu keppni fékk hann aðeins 10 stig út úr braut nummer 2. Nú erum við að sjá hvort hann hangir ofar en aðrir keppendur. Já, fyrir ofan dekkið, hann er refsilaus ennþá. Það er rétt glittir þarna í endamarkið en þetta er hálla. Og Gísli rennur hér þrátt fyrir átak áfram niður og sumir vildu meina það að hann hefði farið út fyrir brautina en ekki dómararnir og Gísli fær 300 stig. Gott veganesti fyrir framhaldið, Sigurður Þór Jónsson.
gríðarlega öflugur bíll. Hann lenti hins vegar í slæmri veltu í síðustu keppni. Komu mörg og margvísleg högg á bílinn sem að skekktu veltibúr og grindina og hugsanlega sitthvað fleira, 200 stig fyrir lengd og 40 refsistig, 160 alls. Ásgeir Jamil Erlandsson á FM 957 skutlunni. Og Ásgeir hér hálfpartinn á heimavelli. En eins og hjá svo mörgum öðrum að þá gripið bara ekki til staðar. 210 stig, engin refsing. Gunnar Gunnarsson með því að mæta í keppnina þá tryggði hann sér Íslandsmeistaratitilinn í götubílaflokki. Hann var með 17 stiga forskot á Ragnar Róbertsson. Og tekur hér refsingu. Komin út á braut, 200 stig mínus 20, 180 alls fyrir fyrstu braut, Páll Antonsson. Hann búinn að gera gaggjara breytingar á stýrisbúnaðinum eftir ólán frá síðustu keppni þar sem að stýrisbúnaðurinn fór úr sambandi og það endaði meðal annars með veltum. Og já, upp á fer hann en snertir dekk í endahliði 290 stig. Þá það Haraldur Pétursson, hann þarf á sigri að halda. Hins vegar geta Sigurður Þór Jónsson og Páll Antonsson hjálpað Haraldi ef að hvorki Haraldur né Gísli sigra í þessari keppni. Haraldi myndi þá nægja annað sæti svo framalega sem Gísli væri niður í 4. Og það ekkert gefið í torfærunni. Haraldar bíll mun léttari heldur en aðri bílar. En þrátt fyrir það þá ekkert grip eins og þið sjáið þó að dekkin séu í átaki áfram. Þá hreyfist bíllinn bara aftur á bak og 210 stig var staðreynd fyrir Harald Pétursson. Við erum hér í fyrri brekkunni. Og síðan í gegnum margumtalað hlið sem að Björn Ingi fór ekki í gegnum. Og síðan í hliðarhallan þar sem að menn hafa verið að renna niður fyrir. Sjáum að þetta hallar svolítið. Og við sjáum að Haraldur ekki að snúa vélinni nema bilinu 5 til 6.000 snúninga. Haraldur segir að það sé talsvert eftir í þessari vél. Þá Rafn Arnar gekk vel í fyrstu 3 þrautunum í síðustu keppni. Var í forystu í götubílaflokki og tekur hér forystuna á 260 stigum í þessum flokki. Og Daniel Ingimundarson, 190 stig. Og Ragnar Róbertsson ætlaði sér ekkert annað en sigur í götubílaflokki. En eins og hjá svo mörgum öðrum, þetta bara spól 210 stig. Og staðan eftir fyrstu keppnina: Gísli Gunnar Jónsson leiðir með 300 stig, Páll Antonsson með 290 stig og Rafn Arnar Guðjónsson leiðir götubílaflokkin, en þeir eru gulir hér á þessu skilti. Rafn Arnar með 260 stig. Sjáðu, Haraldur Pétursson hins vegar neðar á listanum og þá það þraut númer 2. Tiltölulega létt, en þó svolítið lúmsk þarna á þessum kanti. 300 stig fyrir lengd, 280 stig samtals. Sigurður Þór Jónsson. Upp á fer hann á 300 stigum, 460 alls Ásgeir Jamil. En hann lendir hér með afturhjólinn í neðra barðinu og kastast til og situr hér fastur á kviðnum aðeins 190 stig. Og takja nú eftir hvað bíll Haraldar léttur og fer létt í gegnum þetta, góð fjöðrun, 300 stig til hans. Og þá það Rafn Arnar, var í 3. sæti og leiddi götubílaflokkin fyrir þessa keppni. En rétt eins og Ásgeir Jamil óheppinn og lendir hér á verstastað og brýtur gírkassastútinn og varð að hætta keppni. Svo fórum sjóferð þá og Ragnar Róbertsson upp á fyrir hann. Götubílarnir fara svo litið öðruvísi í þessum ójöfnum þarna efst. Já, og Páll Antonsson líka. 240 stig fyrir hann. Hann þurfti að fara aftur fyrir þar sem hann mætti ekki á réttum tíma og það kostar hann 60 stig.
og hann því ekki með forystu í keppninni eins og hann hefði verið með. Það með 590 stig. Gunnar Ásgeirsson kominn upp í 3. sætið og Haraldur Pétursson í 4. Þriðja braut. Gísli Gunnar tekur hér á sig 50 stiga refsingu miðja brautina. Leirkenndir jökulruðningar sem að þarna verða ábyggilega mjög hálir ef að blotnar í þeim og Gísli fer ekki hér upp á. Nei. 220 stig, 170 alls og þar með opnast möguleiki fyrir aðra keppendur, Sigurður Þór Jónsson. Var í 8. sæti en með þessu kemst hann upp í 2. sætið, fekk 225 stig fyrir brautina. Þá var það Ásgeir Jamil Erlandsson, 20 stig refsingu þarna. Flestir keppendur tóku 50 stiga refsinguna í hliðinu þarna á undan og Ásgeir Jamil fer ekki upp. Og svellkaldur myndatökumaður okkur Ingason stendur sína plikt eins og ekkert sé. Og ég ekki alveg kláraði hvert að áhorfendur voru að klappa fyrir Ásgeir Jamili eða myndatökumanninum sem að stóð einn, Páll Antonsson. Hann hefði nú þurft að fara hérna upp til þess að komast upp fyrir Gísla, ekki gekk það og þá var það Haraldur Pétursson. Nei, 160 stig. Þetta var nú svolítið skrítið. Ragnar Róbertsson getur blandað sér í toppbaráttuna hér. 170 stig. Og staðan eftir 3 brautir. Gísli Gunnar Jónsson leiðir enn með 750 stig. Sigurður Þór Jónsson kominn upp í 2. sæti og Ragnar Róbertsson í 3. Haraldur Pétursson í 5. sæti. Svo ekki bjart framundan fyrir hann í slagnum við Gísla Gunnar Jónsson sem að hér lítur á 4. braut. Og Páll Antonsson hefur verið í toppslagnum í undanförnum keppnum. Allt fram undir það síðasta og fer hér upp á með 255 stig. Tapaði þarna að óþörfu 20 stigum má segja. Haraldur Pétursson 275 stig. Endahliðið eiginlega ekki fært og þessi braut ekki fær á 300 stigum en hann reynir þó Þorvaldur Stefánsson og þetta fór svona. Flestir keppendur fóru í gegnum endahliðið. Hér Gísla fari í gegnum hliðið þar sem að Páll Antonsson tapaði 20 stigum á neðra dekkinu, hvíta dekkinu og síðan fer Gísli í gegnum endahliðið á 25 refsistigum og heldur þar með forystunni. Ragnar Róbertsson kominn upp í 2. sætið, 955 stig. Haraldur Pétursson í 3. sæti og Páll Antonsson í 4. sæti. Við förum í 5. braut. Og þetta Páll Antonsson. Það svona smá gildra fyrir keppendur. Hér var Páll búinn að vinna sína heimavinnu. Hann ákveður að fara þarna yfir hvítt dekk og taka á sig 50 stiga refsingu. Og upp á fer hann, þetta var eina refsingin, 250 stig. Þá var það Haraldur Pétursson, veit að hann þarf 300 stig út úr þessari braut til þess að skáka Gísla og komast upp fyrir hann. Og reynir að fara hér refsilaust í gegnum hliðið en rétt eins og hjá Þorvaldi Stefánsinni áðan að þá tekst það ekki. Og við erum hér með Haraldi. Og það kannski beygjan sem að geri það að hann náði ekki hraða til þess að láta fjöðrunarkerfið vinna á barðinu sem þarna var. Og því versnar staða Haraldar eftir þessa braut en batnaði ekki eins og hann ætlaði sér og Ragnar Róbertsson fer þarna í gegnum sama hlið og Páll Antonsson á 50 refsistigum og þar að ekki 25 stig í endahliði. Gísli Gunnar Jónsson 20 stig á óþörfu þarna hægra megin, hann fór yfir rauða dekkið. Síðan 50 stig á hvíta dekkinu vinstra megin í þessu hliði. Gísli búinn að tapa 70 stigum, 230 stig. Páll Antonsson fekk 250 stig og Sigurður Þór Jónsson hér á ferð. Nei. Þar fór Sádraumur, hann blandar sér ekki toppbaráttuna og Ásgeir Jamil á 50 refsistigum í gegnum þetta lið.
þetta kom hún svo lítið óvart. Þetta alltaf að rúlla þetta helvítis drasl. Úps. Það fór Öxull. Sigurður Jónsson. Þeir eru trúlega orðin þreyttir eða þeir hafa fengið svona högg í veltuna þarna upp í Ósdal og þetta held ég fyrstu öxlanir núna í 3 eða 4 ár. Og eru þið búin að laga þetta? Það er að klára þetta, þetta er alltaf börjast á. Áðan fór hún hinum megin, núna fór hún þannað. Skulum vona þetta hangi það sem eftir er. Já, það er að mörgu að hyggja í torfærinni. Átökin eru gríðarleg. Gísli Gunnar Jónsson heldur forystinu með 1255 stig, Ragnar Róbertsson í öðru sæti með 1180 og Páll Antonsson í þriðja sæti aðeins 5 stigum á eftir Ragnari og Haraldur Pétursson situr enn í fjórða sæti. Sjötta braut. Daniel Ingimundarson í götubílaflokki aðeins 50 stig og Ragnar Róbertsson, vel gert hjá honum. Hún leist eins og ekkert á þetta endahlið hér og fannst þetta ekki þess virði að reyna það. 140 stig. Björn Ingi sjálfsagt ekki par ánægðar með sjálfan sig að hitta ekki á hlið í fyrstu braut og hann fer hér upp en 75 refsistiga í staðreind. Fyrra hliðið þarna í hallanum er 50 stiga refsing ef það ekki fyrir miðjan bíl og þá er það Gunnar Ásgeirsson og síðan hann tekur þessi sömu dekk, 75 stig, töpuð þarna. Þorvaldur Stefánsson, keppendur eiga erfitt með að sjá nákvæmlega. Hann snertir hér, sýndist mér hvítadekkið og það ætti þá að vera 20 aukastig í refsingu og síðan 50 og 25 og samtals 95 refsistig, 205 stig, 7. besti árangur og hann er í 9. sæti. Gísli Gunnar Jónsson. Nei, hann fer ekki hér upp og þetta er hans 7. besti árangur í brautinni, aðeins 200 stig. Það er eins og hann setist á kviðinn hérna þannig að hjólinn missa festu við jörð, missa gripið. Þá er það Sigurður Þór Jónsson og hann fer á langt til vinstri og en þetta er þó mjúkvelta, 190 stig. Og sterkur öryggisbúnaðurinn sannar sig eina ferðin enn. Ásgeir Jamil Erlandsson búinn að velta tvisvar og upp á fer hann á 225 stigum. Þá er það Gunnar Gunnarsson og það er ekki sagt að segja að hann laki hér eins og sönnum Íslandsmeistara sæmir. Hann settist þarna á kviðinn. Páll Antonsson er kominn í baráttu við Gísla Gunnar Jónsson fyrsta sætið, fær hér 225 stig, 25 stigum meira en Gísli í þessari braut. Haraldur Pétursson sömuleiðis 225 stig og staðan þannig að Gísli Gunnar Jónsson leiðir enn munurinn á honum og Páli Antonsen er aðeins 55 stig. Haraldur Pétursson er hins vegar 105 stigum á eftir Gísla og 2 tímabrautir eftir og hér er fyrstur Ragnar Róbertsson og Þorvaldur Stefánsson. Og þeir skemmta sér áhorfendur yfir þessu. 171 stig Gísli Gunnar Jónsson, 300 stig fást fyrir besta árangur, 270 fyrir annan besta árangur og Gísli nær öðrum besta árangri, 270 stig, engin refsing og Páll Antonsson nær besta tímanum, tekur 300 stig og minnkar forskot Gísla Gunnars Jónssonar niður í 25 stig. Ég held þessi efstur. Og allt í lagi með bílinn? Já. Bílinn er góður. Við lögðum saman á stað með réttu hugafæri. Og ætlum að standa okkur bara til lokkemnis. Já, Gísli leiðir en það er aðeins 25 stig á milli hans og Páls Antonssonar. Páll Antonsson náði besta tímanum í næst síðustu brautinni. Haraldur Pétursson er hérna í 3. sæti. Páll Antonsson gæti endurtekið leikinn frá brautinni. En Haraldur stífar fjöðrun á sínum bíl til þess að ná betri tíma og Gísli Gunnar Jónsson fer hér af stað. Hann veit að ná hann ekki besta tíma þá er
sá möguleiki fyrir hendi að hann ná ekki sigri hér í þessari keppni. Hann veit hins vegar líka að hann verður að ljúka við þrautina til þess að halda sínu forskoti á Harald Pétursson svo hann missi ekki Harald Pétursson framfyrir Gísli klárar þetta á aðeins á 270 stigum og tapar 10 stigum á því að snerta dekk. Þannig allt í einu munurinn raunverulegur munur á Páli Antonssoni og Gísla Gunnari Jónssoni komin niður í 15 stig og Gunnar Gunnarsson lýkur þessari tímabraut eftir ekki nógu gott gengi í þessari keppni, 210 stig og klappar áhorfendum lof í lófa fyrir stuðninginu sem Páll Antonsson og þetta slagurinn besta tíman í brautinni. Ná hann besta tímanum þá nær hann hér sínum fyrsta sigri í torfæru. Og það stefnir í það að hann nái besta tímanum. En síðan fer allt í einu að bregða fyrir bláum reyk og vélinn fer að hiksta. Og sekúndurnar tifa. Þannig að Páll Antonsson náði hans 5. besta árangri í þessari braut, fekk hans 230 stig en hefði þurft 300. Þannig að Gísli Gunnar Jónsson tryggði sér sigur í þessari keppni. Haraldur Pétursson náði besta tímanum í þessari braut, 300 stig. Og Ragnar Róbertsson tryggði sér sigur í götubílaflokki. Góður árangur hjá honum. Og úrslit í Íslandsmótinu urðu því þannig að Gísli Gunnar Jónsson sigraði yfir heildina með 90 stig. Haraldur Pétursson var í öðru sæti en Gunnar Gunnarsson sigraði í götubílaflokki og Ragnar Róbertsson var þar í öðru sæti sem hér tekur í höndina á Gísla Gunnari Jónssoni. 2 sigurvegarar á palli eftir þessa 50 og síðustu umferð DFF Sport torfærunnar árið 2000. Hvað var að gerast hjá þér? Ég var að bjarga mér út úr veltu þannig í þriðju þraut. Þá braut ég báða það brotnuðust út af þér af báðum loftbúðunum á ramma. Skástífan og annað demparinn og ég fór úr lið á þumalputtanum og fleira. Og svo festi ég hann helvíti klaufalega á bumbunni. Eins og það virðist vera einhver bumbubanna hætta. Ég þarf eitthvað að gera. Gísli, þetta gekk betur í fyrstu 2 þrautunum núna heldur en í síðustu 2 keppnum? Já, það var fyrirfram ákveðið að fara hálfur sterkur inn núna. Vera vel vakandi og bara taka á því strax. Kom þetta á óvart hvað var lítið grip þarna í endahliðinu í fyrstu braut? Já, það gerði það. Það er svona, maður hélt maður myndi ná að mölva niður klöppina sko. En þetta var bara eins og að vera í malbygga. Ég reyndi, ætlaði mér upp og hugsaði mig að taka eitt séns allavega. Það dugði, þá komst ég upp. Hvað gerðist svo í 7. braut? Já, það er spurningin. Ég ætlaði að reyna að komast þetta á þess að taka refsinguna þennan uppi og sennilega fær bara aðeins og hægt. Það er ekkert grip þarna. Finnst þér keppnið að vera harðna? Já, það eru nokkri strákar hérna sem eru mjög, mjög góðir. Páll, þú náður alveg hreint frábærinn tíma í næst síðustu brautinni? Já, það gekk vel. Við stiltum dempara og fjöðrunarkerfi aðeins stíft til að reyna að fá betri kraft í dekkin og svoleiðis, þannig að það virkaði vel. Með því opnaðir þið möguleika á því að ná sigri í þessari keppni og það stemdi í það í síðustu þrautinni. Hvað gerðist síðan? Já, við vorum sjálfsagt komnir með besta tíman en svo fór mótorinn rétt árum fórum í pollin og stimplaði þessu út með stimplistöng og einhverju tóti. Þetta hlýtur að efla sjálfstraustið að vera svona við það að sigra? Já, það gerir það. Þetta hjálpar manni alveg helling. Megum við vona á sigri þó? Já, við allavega stefnum á það og eins og ég segi alltaf að bara klára keppnina og það er númer 1, 2 og 3. Haraldur, það gekk ekki alveg vel eins og í síðustu 2 keppnum? Nei, þetta fór hálf illa á stað og maður náði ekki að rétt úr kútnum með þetta. Hefði verið möguleiki í fyrstu braut að fara með ennþá minna loft í dekkjónum og ná gripi þarna efst? Það er svona möguleiki sko. Ég taldi að hinnir hélt að mennir eru dændir úti þess vegna ákvað ég að fara ekki svona sveig og keyrði beint í það og það var svona alltaf sleitt. Svo var í 4. braut þá ætlaði ég að reyna að sleppa. Ég sá að hinnir voru búin að taka refsingu þarna á dekkinu og ákvaði að reyna að taka það á 300 stigum og þá velti ég honum þannig að það var ekki endalegu úrslit með fyrsta sætið. Þeim að vera stundum og taka sénsinn þegar maður ætlar að vinna sig. En framundan er slagurinn í Formula Off-Road Open keppninni. Það eru 2